Kollafirði. Af því að þetta Íslandskort hérna, þá langar mig til þess að stoppa hérna og tala aðeins um kvótakerfið og sjávarútveginn og kannski svona mótorinn sem að keyrir Ísland áfram. Við sjáum að, við þekkjum þessa eyju og hún langt norður í Ballarhafi, umkringd hafi, þar sem eru miklar auðlindir, ríkuleg fiskimið sem að hafa drifið áfram þetta samfélag en líka önnur. Eyjan sjálf fyrir utan hafið og svona einhverja nytjar á hafinu svona hjá þeim sem að búa hérna og stunda landbúnað. Gat kannski ekki brauðfætt nema kannski 70.000 manns. Þannig var það eiginlega alveg frá þjóðveldisöld og fram á 19. öld að þó að það væri hægt að stunda landbúnað hérna í Borgarfirði og Suðurlandi og víða á Norðurlandi, blómleg landbúnaðarhéruð, að þá stóð landið sjálft ekki undir öflugu mannfélagi. Það var ekki fyrr en að Íslendingar gátu tengt auðlindir hafsins inn í þetta samfélag að raunverulega nútíminn kom til Íslands og það var hægt að byggja upp samfélagið. Áður þá höfðu aðrar þjóðir nýtt þetta. Við getum, ef við farið Bretanskaga eða Baskalönd, austurströnd Bretlands, að þá sjáum við raunverulega samfélag sem byggðust upp á auðlindunum sem eru hérna fyrir utan Ísland. Og það var ekki fyrr en bara í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar að Íslendingum tókst að draga þessar auðlindir inn í þjóðarbúskapinn og það fór að kvikna hér upp sjávarpláss víða land. Þá voru kannski fyrir velbátavæðinguna og þegar bátarnir voru kannski ekki ýkja stórir að þá byggðist upp oft litlar byggðir alveg yst sem næst veiðisvæðunum. En svo þegar bátarnir stækkuðu að þá kannski fóru byggðina dýpra inn í firðina þar sem voru betri hafnir og meira skjól. En þetta gerist á svona hægt og bítandi, en með ágætiskrafti. En í stríðinu að þá gerðist það að útlensku útgerðirnar sem höfðu verið hérna allt í kringum landið, að þær gátu ekki komið hingað að sækja fisk og Íslendingar sátu einir af þessum miðum og þeir sigldu út og þá náttúrulega hækkaði líka fiskverð út af minna framboði og mikilli þörf innan stríðshrjáðu þjóða til þess að fá okkur mat og hækkaði verð og þá náttúrulega kom ógnarkraftur inn í íslenskt samfélag. Okkur stundum gjarnt á að hugsa það svo að Íslendingar hafa auðgast á Bretavinnunni eða að vinna fyrir Kanan en raunverulega var það smáatriði miðað við allan þann auð sem að kom inn til Íslands meðan Íslendingar áttu auðlindirnar einir. Og þá kveiknar svo hugmynd að til þess að geta búið til gott samfélag á Íslandi, bara öflugt sterkt samfélag á Íslandi, að þá verðum við að ná tökum á auðlindunum hérna. Við getum sagt að við rekja útlendingana út úr landhelginni. Og 1959 landhelgi ferð út og 1971 og 74 og á baku þetta var svo draumur og svo vissa að ef okkur tækist að ná auðlindum sjávar inn í samfélagi þá getum við byggt hér upp stórkostlegt samfélag og að sumu leyti gerðum við það. Og hvernig gerðum við það? Já, fyrst voru kannski svona prívat útgerðir en því miður fyrir þá sem hafa trú á einkaframtakinu, það fóru þær mikið á hausinn og stærstu gjaldþrot Íslandssögunnar eru til dæmis Kveldúlfur sem fóru á hausinn. Í síldarævintýrinu sem hafa mikið drifið áfram til að byrja með á svona spekulöntum og ævintýramönnum, að þar eru risa gjaldþrot, kannski vegna þess að einkafyrirtækið er alltaf að hugsa haga eigandans og draga sem mest fé upp úr þessu og þegar á reynir að þá vantar þeim þreki til þess að halda áfram. Þegar að stjórnmálaflokkar almannahreyfinganna, samvinnuhreyfingarnar og verkalýðshreyfingarnar höfðu náð fótfestu í íslenskum stjórnmálum að þá byggðust upp bæjarútgerðir í Reykjavík og Hafnarfirði eða samvinnuútgerðir í Þorlákshöfn og það var útgerðarfélag Akureyringa og ég hugsa að svona 1970 þá hafi verið svona 60% af íslensku sjávarútvegi yfir í höndunum á félagslegri útgerð, samvinnufyrirtækjum og bæjarútgerðum. Og það voru fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem að byggðu upp öfluga samfélag allt í kringum landið. Bæði í smáum skala, þar sem að í
Í hverjum firði var höfn og togari og smábátar og frystihús og kirkja og félagsheimili, en líka allt samfélagið í heild, aflið sem að gaf Íslendingu færi á því að byggja upp spítala. Íslendingar hefðu ekki byggt upp spítala á þeim tíma þegar einkafyrirtæki ráku út sjávarútveginn. Þá voru það útlendingar sem byggðu fyrir okkur spítala, kaþólikkar eða franska góðtemplarareglan sem byggðu upp spítala. Það var ekki fyrir en að stjórnmála armur almannahreyfinganna, samvinnuhreyfingar og verkalýðshreyfingarnar náðu einhverju fótfestu í íslensku samfélagið að við fórum að byggja upp spítala og menntakerfi og öflugt samfélag. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga var kannski ekki svo mikið það að flytja yfirráð yfir þessu litla ríkisvaldi sem var hér eftir Danina yfir til íslenskra embættismannastéttar. Hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta Íslendinga var að ná miðunum til þess að við gætum fært arðinn af þeim inn í samfélagið og byggt upp gott samfélag fyrir alla. Svo komum við að kvótakerfinu þegar Íslendingar eru búin að ná yfirráðum yfir landhelginni, landgrunninu, 200 mílna landhelgi og landgrunninu. Að þá fellur svolítið þessi draumur sem ég var að lýsa áðan, að víða landa þá hefðu fyrirtæki farið út í fjárfestingar að fá öflugri skip og stærri frystihús til þess að ná þessu og Íslendingar trúðu því að eftir því sem útlendingarnir færu þá væri þetta bara beinlínu upp á við. En síðan gerðist það að fiskurinn var ekki alveg sammála þessu, þannig að fiskunum fór að fækka, eða það var minni afli. Og það í staðinn fyrir að halda áfram að vera alltaf meira og meira afli til þess að mæta þessari auknu fjárfestingu, þá stoppar þetta. Og það kemur bara jafn mikill afli eða jafnvel minni afli. Og fjárfestingin, tekjurnar af aflanum stendur ekki til fjárfestingunni og sjávarútvegurinn lendir í vandræðum út allt land. Lausnin á því var að búa til fiskveiðistjórnunarkerfi sem bara fínt, en gera það í formi kvótakerfis þannig að þeir sem höfðu veitt að þeir fái að veiða áfram minni afla. Og þetta gekk svona til að byrja með. Þetta var svolítið happdrætti að þeir sem höfðu nýverið fjárfest mikið að þeir komu inn í kvótakerfi skuldugir á meðan að þeir sem höfðu kannski náð undir sig ódýrum skipum eða keyptu kannski áður að þeir stóðu betur. Þannig að það var svona mismunandi hvernig fólk kom inn í þetta. En raunverulega breytingin byrjar ekki að ráði fyrir að frjálsa framsalið er sett á 1991 og þá byrjar samþætting, samþjöppun í sjávarútvegi, að hinni stóru fara að stækka, fara að kaupa upp afla hinna smærri og á örfáum árum, kannski bara frá 90 til 2005 gerbreytist sjávarútvegurinn. Við getum tekið einhver dæmi hérna, við getum tekið eins og Akranes, þar sem var höfn sem var full af smábátum, þar sem bátarnir komu að landi, kallarnir, það voru mest kallar sem voru sjómenn þá, fóru með launatekka sín upp, fiskurinn fór inn í frystihúsið og það var unnið og það var smiðja þarna og netavestaði þarna og búðin þarna sem seldi kostinn og arðurinn af sjávarútveginum hríslaðist út allt Akranes. Núna í dag er höfnin eiginlega tóm. Það er eiginlega engin bátur. Ég held að séu bara 3 eða 4 bátar sem í höfninni sem eru með sára lítinn kvóta. Þannig að þessi stóra verstöð sem var kannski 5. stærsta verstöð í Íslandi, hún er ekkert lengur. Ástæðan er svo að kvótinn var bara seldur. Það var talið vera best fyrir HB Harald Böðvarsson sem var stóra fyrirtæki upp á Akranesi, sem raunverulega ekki bara Harald Böðvarsson, heldur öll fyrirtæki sem voru á Akranesi höfðu smátt og smátt verið safnað undir hann, að því að menn trúðu á skilvirknina að því stóra væri betra. Og þau sóttu líka kvóta út á Sandgerði og það leit út fyrir að Akranes ætlaði að verða einn af stóru sigurvegurum kvótakerfisins. Að öfugt við kannski Vestfirðina sem töpuðu mikið kvóta, öfugt við Reykjanesi sem töpuðu mikið kvóta ef við sleppum Grindavík. Það leit út fyrir að Akranes ætlaði að verða einn af stóru sigurvegurunum. En svo, og það sameinuðust Granda og þetta var HB Grandi og þetta var öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og menn trúðu því að það myndi verða gott fyrir Akranes, en svo einn daginn þá tekur HB Grandi þá okkur að nei, við leggjum niður alla vinnslu á Akranesi. Og núna kemur engin togari til Akranes.
engin fiskur til Akraness. Það er horfið. Og hvernig var að meta þetta? Er þetta gott kvótakerfi fyrir íbúa Akraness? Er þetta gott kvótakerfi fyrir landsmenn alla? Er það þannig að sko, draumur Íslendinga á 20. öld sem var að draga auðlindir sjávar inn í samfélagið og búa til gott og öflugt samfélag, er það best þannig að við höfum Brim sem er HB Grandi í dag og Samherja sem er sterkur hér á Eyjafjarðarsvæðinu og Austurlandi, að það sé kannski öll miðin séu fyrst og fremst undir stjórn þessara örfáu stórfyrirtækja og að arðurinn af öllum þessum auðlindum renni í gegnum þessi fyrirtæki og upp til eigandana sem eru núna orðin sko ríkari í samanburði við aðra Íslendinga í dag. Samherja fjölskyldunar eru miklu ríkari í dag heldur en Thorsararnir voru á sínum tíma miðað við almenning á Íslandi sem áttu Kveld-Úlf, og voru þeir þó ríkari miðað við Íslendinga á þeim tíma heldur en auðstéttin í Angóla sem hefur náð undir sig öllum olíuauðlindum Angóla, og við erum á hraðleið með því að Samherja fjölskyldan sé raunverulega ríkari í samanburði við venjulegt fólk á Íslandi heldur en þessar hryllilegu auðstéttir. Og kannski er ágætt að taka raunverulega sjávarútveginn og kvótakerfið sem dæmi það hvernig kapítalisminn þróast og hvað getur verið slæmur. Við erum með sjálfstæðisbaráttuna okkar, þar sem að allur almenningur tók þátt í þorskastríðunum, allur almenningur átti inn í þessum draumi að geta byggt hér upp gott samfélag og allur almenningur vinnur raunverulega stríðið, en síðan eru ykkur aðrir sem að vinna sigurinn, það eru hinir fáu stóru sem vinna sigurinn. Og það sem að gerist er að í staðinn fyrir að við séum að búa til samfélag þar sem að hver maður hefur meiri völd, að þá erum við að fara út úr 20. öldinu og aftur á bak, aftur inn í eitthvað svona lénsveldi. Og það gerist á tímum þar sem að sko sjávarútvegurinn velunar ekki þann sem er bestur í því að fiska, eins og okkur er stundum sagt, sá sem er klókastur í því að reka útgerð, það er ekki þannig. Sjávarútvegur í dag er fjármáladrifin atvinnustarfsemi. Sá sem að vinnur er sá sem að hefur bestu ítökin til þess að ná sér í lánsfé, til þess að kaupa, er kannski með fyrirtæki hérna á Akureyri en kaupi Gugguna hérna á Ísafirði, kaupi síðan fyrirtæki hérna í Grindavík og nær að grípa kannski þá sem að voru skuldugir, hafðu nýverið keypt sér bát, svo hérna er minnkaður kvótinn, dregið úr honum í smá tíma og þá áttu í vandræðum með rekan, og hver mætir þá eins og frelsandi engill? Það eru stórfyrirtæki sem koma með bankakerfið á bakvið sig, með ríkið á bakvið sig. Þannig hafa bæir út all land misst raunverulega grundvöllin undan sko atvinnulífinu, grundvöllin undan því að þarna sé hægt að lifa góðu lífi. Eiginlega allir staðirnir hérna á Vestfjörðum, Húsavík, sjávarútvegur þar ekki, Sviðsfjörður, Þorlákshöfn, þetta er allt meira og minna að fara. Og ástæðan ekki svo að það sé einhver annar sem er betri í því að róa eða betri í því að vinna fiskinn. Ástæðan er svo að sá sem að dregur til sín allar auðlindirnar, sá sem að dregur til sín öll tækifærin, er sá sem hefur best aðgengi af fjármagni. Þetta kallast fjármáladrifin kapítalismi og er að drepa allt í heiminum og er líka að drepa Ísland. Sko, eina ástæðan fyrir því hversu langt þetta hefur gengið er að andstæðan við hið andstyggilega kvótakerfi, og þá er ég að tala hvernig það virkar í raun, ég er ekki að tala fiskveiðistjórnarkerfið, er að andstæðan við það hefur verið nýfrjálshyggjuleg lausn sem er svo að við, íbúarnir í landinu, við eigum auðlindir sjávar. Og það sem að við viljum gera við þar er eins og við værum kapítalískur eigandi þeim. Þannig að við viljum bjóða upp eign okkar á markaði, sem að þýðir það náttúrulega, ef við setjum kvótan út á markað, að það er sá ríkasti sem kaupir mest. Það eru stórfyrirtæki sem kaupa mest. Og á bakvið þessa hugmyndum að setja allan kvóta á markað er hugmyndin að stærðar hagkvæmni nýfrjálshyggjunnar, aukna skilvirkni, því stærra því betra, og best væri að hafa bara eitt risa frystihús og eitt risa togara og þá væri allt gott. En auðvitað er það ekki svona. Þegar við horfum á hrörnun kvótakerfisins, hvernig samfélög fólks út all land hafa verið eyðilögð með kvótakerfinu, og lýsingin sem ég var með áðan á Akranesi, hvernig sko arðurinn af auðlindunum bara hríslast út í samfélagið, það er raunveruleg virkni í samfélaginu. Þannig fer arðurinn af auðlindunum og byggir upp gott samfélag. Arðurinn af auðlindunum
hérna ekki best farið með hann þannig að við fáum sem allra mesta verði hérna inn í ríkissjóð og ríkið deilir honum út með einhverjum hætti, kýs einhver verkefni sem að fólki sem hefur náð völdunum yfir ríkjunum deilir því út, en á landinu séu kannski bara 2, 3, 4 stór sjávarútvegsfyrirtæki. Það ekki þannig. Best að fólki fái kvótan aftur. Við höfum kallað þetta að flytja kvótan heim. Þannig að fólki fyrir vestan ráði hvað það gerir við kvótan. Það má vel vera að þau vilji bjóða hann upp, það má vel vera að þau vilji búa til sjávarútveg, það má vel vera að þau vilji byggja upp smábátaútgerð, það má vel vera að þau vilja gera eitthvað annað. Og þannig verður það kannski taka vestfirðingarnir þá ákvörðun og fólki í Eyjafirði aðra ákvörðun og fólki fyrir austan aðra ákvörðun, vestmanningar aðra. Og það bara fínt. Það þarf ekki að taka einhverja eina ákvörðun fyrir alla hvernig þetta ætti best að fara. Aðalatriði það að auðlindir sjávar nái að kveikja í samfélaginu og styrkja það, að búa til gott samfélag sem víðast. Og við vitum það að þegar við erum að skoða það, hvernig gengur stóru fyrirtækjunum til dæmis bara að selja fisk fyrir hæsta verð, það er bara ömurlegt. Það er bara ömurlegt. Stóru fyrirtækin eru ekki góð í því að búa til verðmætustu afurðirnar, nýta aflann best eða greiða hæstu launin. Það eru frekar smærri útgerðirnar sem eiga ekki fiskvinnslu og svo fiskvinnslurnar sem eiga ekki kvóta sem eru góðar í sjávarútvegi. Og ástæðan auðvitað sú að, ég vil ekki segja kannski að small is beautiful, en það næstum því þannig. Þannig að hugmynd nýfrjálshyggjunnar sem að hún deilir með Stalín, að bara því stærri sem að verksmiðjan og því stærra sem fyrirtækið og því ef við náum að setja einokun í gang og áætlunarbúskap, þá munum við skila mestum auðlindum. Sósíalistar eru alveg með þveröfuga hugsun. Þeir vilja mörg smærri fyrirtæki vegna þess að vita það að ákvarðanir hvernig best að gera hlutina eru teknar af fjöldanum, af alls konar fólki út all land. Þessi hugmyndum það að það sé bara best að því að láta allan kvótan í hendunar á Þorsteini Má Vilhjálmssyni eða Baldursyni, hvað sem hann heitir, bara vitlaus. Einn vandinn við það að það sé bara eina andstaða raunverulega gagnvart kvótakerfinu sem uppboð á kvóta. Og þetta er sjónarmið sem hefur eiginlega bara fylgi hérna í höfuðborgarsvæðinu. Og vegna þess að fólkið út á landi, sérstaklega fólkið í sjávarbyggðunum, upplifir kvótan alltaf öðruvísi. Þetta er þeirra lifibrauð, þetta er lifibrauð foreldra þeirra og afa, þetta er ættarsagan, þetta er saga, sveitarfélagsins. Og þau vita nákvæmlega hvað sjávarauðlindirnar raunverulega þýða. Á meðan að hérna er kannski svona hugmyndum, þetta sé bara eitthvað svona Excel-skjal, að hérna við bjóðum það bara upp og þar alveg fáum hæsta verð og þar alveg græðum við mest, sem er alls ekki þannig, því það er langbest að auðlindin fá að grassera svolítið í byggðarlaginu og margfaldast þar í viðskiptum og milli manna. Og vandinn er sá að við náum engum árangri. Kvóti mun vera í höndum kvótagreifanna meðan að þetta er eina mótvægið. Og ástæðan er svo að fólk alþjóðan út á landi, hún upplifir þetta bara sem einhverja vitleysu og segjum bara eins og fólki á Þingari. Því er alveg sama þótt að kvóti sér seldur í skjóli nætur, bara af einum kalli sem átti það, eða boðin upp. Þingari stendur jafn illa á eftir. Það er búið að kippa fótunum undan af fjölskyldunum, undan atvinnulífinu og það bara Þingari stenst ekki lengur ef það er boðið upp. Þannig að fólki út á landi, þessi afstaða finnst þau bara fráleit. Og út landsbyggðina er 1/3 af alþýðu Íslands. Og ef við búum til andstöðu hennar við hugmyndir innan úr Reykjavík, að þá munum við aldrei kljúfa á milli kvótagreifanna og alþýðunnar út á landi. Og alþýðan út á landi mun upplifa það að hún hafi jafnvel meiri hagsmuni tengda með kvótagreifanum heldur en þessi fólki sem haldið sér fram í Reykjavík. Og þess vegna munum við aldrei geta náð neinum árangri í því að með réttlátari skiptingu af arðinum af auðlindunum nema með því að búa til kvótastefnu sem að þjónar alþýðun út á landi. Og við vitum það líka að helmingurinn af alþýðunni hérna á höfuðborgarsvæðinu hugsar eins og alþýðun út á landi út af tengslu sínum, vegna þess að fólk er kannski uppalið þarna, kannski afi og amma og bara sömuleyti það er bara fólk sem er tengt út land. Þannig að það sem við sósíalistar þurfum að gera, við þurfum að búa til samstöðu meðal ólíkra hópa að búa til sjávarútvegsstefnu sem að þjónar alþýðunni landinu og nýtur stuðnings fólks í höfuðborgarsvæðinu til þess að geta tekið kvótan af kvótagreifunum.
Það að stilla bara upp hinni nýfrjálshyggjulegri hugmyndum uppboð á kvótaheimildum mun aldrei skila neinum árangri. Fyrir utan hvað hún er vitlaus, þá er hún pólitískt kolröng.